Góðan daginn, gott fólk og gleðilegan baráttudag verkalýðsins. Velkomin á IA TV. Örn Arnarsson heiti ég. Með mér í dag Snorri Kristleifsson og Arnar Óðinn Arnþórsson. Við erum að fara að fylgjast með leik Kára og Hattar frá Egilsstöðum. Annarra deildar lið sem er að berjast hérna í 32 liða úrslitum Mjólkurbikars karla. Snorri, þetta verður spennandi viðureign. Bæði lið væntanlega nokkuð ánægð með dráttinn í 32 liða. Þetta er góður möguleiki fyrir bæði að komast í 16 liða úrslit. Algjörlega. Ég held að þetta hafa Héraðsbúar væntanlega vilja fá heimaleik Eflaust. En þarna í þessum leik er náttúrulega mikið undir og það er mjög líklegt að fá stórt lið í næstu umferð. Já. Og það er náttúrulega það sem að þessi neðri deilda lið öflust líta á bikarkeppnina þannig. En Höttur minn uppeldisklúbbur, ég man nú eftir því hérna í gamla daga að það var alltaf voða gaman að sjá Keflavík og Breiðablik og þessi lið koma austur þegar það hafðist. En Hattarar hafa einu sinni áður komist í 16. úrslitin, það var 2009 þar sem þeir töpuðu 3-1 fyrir Breiðabliki, fyrir austan. Þannig að þeir eru að reyna að gera þetta aftur núna 9 árum síðar, en Kári ekki komist í 16. úrslitin áður, hafa þó náð tvisvar á síðustu 3 árum í þessa umferð, 32 úrslitin. 2017 í fyrra duttuðu út fyrir Selfossi, 2-3 á Selfossi í hörkuleik og síðan 2015 fyrir Fjarðabyggð á heimavelli. Ætlaði er ekki einstæmi að 2 lið frá Skaganum kemurst í 16 liða úrslit? Það er alveg pottþétt. Ég er ekki viss að það hafi gerst hérna í gamla daga þegar Káa og Kári voru. Sko við 23 ára lið náðum nú einhvern tíman ágætis árangri hérna aldamótin, held ég. En það er mikið afrek bara fyrir knattspyrnubæinn Akranes að eiga 2 lið í 16 liða úrslitum. Það er frábært og ég talaði við Lúlla, þjálfara Örstuð áðan, og það er alveg klárlega markmiðið hjá þeim að þeir gera sér grein fyrir hversu sterkur möguleiki það er. En hann, eins og við vitum ákaflega lítið um þetta Hattarlið, nema þó það að mínar heimildir herma að þetta sé byggt upp að mestu leyti af ungum heimaöldum strákum með nokkra svona reynslu meiri pósta, sterka markmann og sterkt hafsendapar, og að Brynjar Árnason á miðjunni sé svona prímusmótorinn í þessu liði. Þeir eru að gera þetta eftir hugmyndafræði Skagans. Það er að reyna að byggja upp sitt eigið lið sem er virkilega til eftirbreytni. En eins og áður sagði, bæði þessi lið er að fara að spila í annarri deildinni í sumar en hafa mæst 2 sinnum áður. Það var í úrslitakeppni 3. deildar árið 2006 þegar að Kári tók fyrst á móti Hetti á Akranesvelli og gerðu 1-1 jafntefli sem að Hilmir Hjaltarsson skoraði mark Káramanna, en Hallur Ásgeirsson skoraði fyrir Hött, og fyrir austan þá sigraði Höttur 2-0 með 2 mörkum frá Téðum Halli Ásgeirsssyni. Gríðarlegur markaskorari sá drengur á sínum tíma. En við skulum kannski kíkja á byrjunarliðin í dag. Hjá Kára í markinu Guðmundur Sigurbjörnsson, í vörninni eru Þór Lórens, Birgir Steinn Ellingsen, Sindri Snæfells Kristinsson og Óskar Vasilevski. Síðan er á 5-manna miðju Páll Sindri Einarsson, Guðfinnur Þór Leósson, Marino Hilmar Ásgeirsson, Guðlaugur Þór Brandsson, Eggert Kári Karlsson og frammi Alexander Már Þorláksson, sem að lék með Hetti. Já. Manstu hvenær það var? Myndi gíska árið 2016. Já. Og var nokkuð grimmur í markaskorum fyrir þá. Já. En það má nú svo sem gefa sér að þetta sé 4-5-1 þegar þeir verjast, en að sjálfsögðu 4-3-3 þegar þeir sækja, og Eggert Kári og Marino verða eflaust mjög sókntjarfir. Á bekknum eru Allan Freyr Viljámsson í markinu, varamarkmaður. Aðrir eru Sigurður Hrannar Þorsteinsson, Andri Júlíusson, Jón Vilhelm Ágústsson, Hlynur Sævar Jónsson, Brynjar Snær Pálsson og Ragnar Már Lárusson, og þjálfari að sjálfsögðu Lúðvík Gunnarsson. Hattarlið, við vitum svo sem ekki hvernig þeir stilla upp, en hér er liðið eins og þeir skipað. Í markinu nummer 1 Aleksandar Marinkovic, nummer 2 er Petar Mudresa sem mér skilst að sé einn af þessu hryggstykki í þessu liði. Nummer 4 Kristófer Einarsson, nummer 6 Gísli Björn Helgason, nummer 7 Halldór Bjarki Guðmundsson, nummer 8 Daniel Steinar Kjartansson,
Númer 9 Snæbjörn Guðlaugsson, númer 10 Brynjar Árnason fyrir liði. Númer 11 Martin Gauti Kárasson, Heiðar Logi Jónsson númer 13 og númer 15 Guðjón Ernir Hrafnkelsson. Á bekknum númer 3 Jakob Jóel Þórarinsson, númer 5 Francisco Javier Muñoz Bernal, númer 17 Brynjar Þorri Magnússon, 19 Sigurður Orri Magnússon, númer 23 Hrafn Aron Hrafnsson og númer 24 Arnar Eide Garðarsson. Þjálfari þeirra Nenad Sivanovic. Engin varamarkmaður á skýrslu hjá í dag. Nei. Og dómarar í dag þeir Arnar Þór Stefánsson með flautuna og honum til aðstofar nú skal ég hann heitir Tito allavega, dugir ekki að segja eftirnafni, og Sævar Sigurðsson. Nú leið þessara liða í 32 úrslitin eftirfarandi. Höttur spilaði í fyrstu umferð við Fjarðabyggð fyrir austan og sigraði 1-0 með marki Martins Gauta Kárassonar. Í annarri umferð sigraði Höttur Huginn frá Seyðisfirði með 2 mörkum frá Snæbirni Guðlaugsinni og 1 frá Petar Mudresa. Káramenn voru í öllu ójafnari viðuregnum í þessum fyrstu 2 umferðum. Í fyrstu umferð sigruðu þeir Hörð frá Ísafirði 13-1, þar sem Alexander Már Þorláksson skoraði 4 mörk, síðan voru þeir 3 með 2 mörk, Sindri Snæfells, Guðlaugur Þór og Gylfi Brynjar, og síðan voru Birgir Steinn, Hlynur Sævar og Marin og Hilmar með sitt marki hver. Í annarri umferðinni tóku þeir Elliða 9-1, þar sem Alexander Már skoraði 3, Guðlaugur Þór 3, Eggert Kári, Marin og Hilmar og Hlynur Sævar 1 hver. En já, eins og segjum, við vitum lítið Hattaliðið, en þeir hafa þó á síðustu 5 árum verið 4 ár í annarri deild og þeir eru búin að vera þar óslítið síðan 2015 eftir að hafa unnið 3. deildina 2014, en maður sér á svona hvert stefnir einhvern veginn. Það 2015 5. sæti í annarri deild, 7. sæti 2016, 10. sæti í fallbaráttu lengi vel 2017. Sko, ég óskaði þess að þessi þróun haldi ekki áfram niður á við sem gamall hattamaður, en það er svona það er ýmis teikn á lofti með það. En nú man ég ekki nákvæmlega hvað fyrirliðar og þjálfarar spáðu hattarmönnum núna. Kára var spáð 7. sæti. Já. Þetta verður svolítið spennandi leikur einmitt fyrir marga sakir. Þetta er undir 16. úrslitin, en þar sem að þessi lið eru saman í annarri deildinni, að þá eflaust fróðlegt fyrir bæði þessi lið að sjá hvar þau standa gagnvart öðru liði í þessari deild. Algjörlega. Hattamenn alltaf búin að spila bæði við Huginn og Fjarðabyggð í bikarnum og eflaust spila nokkra leiki við hinn liðin hérna fyrir austan sem eru mörg. Gríðarlega. Já, Hetti spáð 11. sæti. Já, af fyrirliðum og þjálfurum í deildinni. Já. Fótbolti.net með þessa samantekt. Já. Og eins og það sagði ráðan, Káramönnum spáð 7. sæti, en það er ómögulegt að segja því að mörg lið eru ekki með fullmóta lið á þessum tíma árs. Einmitt. Það hefur nú til dæmis verið tilhneigingin hjá Huginn Seyðisfirði að vera með lítinn hóp á vorin og fylla svo í ýmsar stöður með aðkepptum útlendingum. En ég í það í skinninu, ég segi það bara alveg svo þetta er mjög sérstakur leikur fyrir mig, uppeldisfélagið mitt hérna í heimsókn, og samkvæmt KSI.is Kári mitt síðasta félagið mitt einmitt líka, en það nú bara fyrir það að þeir eru á sömu kennitölu og Bruni var hérna frá Akranesi. En náðurðu leikjum í meistaraflokki með Hetti? Já, ég spilaði ein 3 tímabil þar undir dyggri stjórn Árna Ólafssonar og spilaði með nokkrum góðsögnum þar, svona á austurskan mælikvarða eða allavega mælikvarða héraðsbúa, og ég vona að margir þeirra sé að horfa. Ég veit að stjórn knattspyrnudeildar Hattar ætlar að hittast saman og horfa á þetta, og þar í forsvari Guðmundur Björnsson Hafþórsson
og ég sendi að sjálfsögðu hlýjar og kæra kveðjur austur og vona að þeir njóti þessara útsendingar með okkur sama hvernig hún fer. Við munum allavega gera okkar besta í að hafa hana vandaða í alla staði. En nú styttist í leik, samkvæmt minni klukku eru 4 mínútur í leik. Næsta útsending okkar, kannski að geta minnast á hana, verður 7. maí þar sem að Kári tekur á móti öðrum Austfirðingum. Fjarðabyggð kemur þá í heimsókn hérna í Akraneshöll og þar verður við að sjálfsögðu með útsendingu. Höttur var lengi vel svona það sem við myndum kalla stærsta liðið á Austurlandi. Langt fram undir lok síðustu aldar, en síðan hafa önnur lið fyrir austan risið hærra eins og KVA á tímabili frá Reyðarfirði og Eskifirði. Fjarðabyggð auðvitað verið í fyrstu deild, Leiknir Fáskrúðsfirði í fyrstu deild, en lengst af átti Höttur þennan Austfjarðarriðil í gömlu þriðjudeildinni með húð og hári, en voru yfirleitt númeru of litlir til þess að allavega halda sér í annari deildinni. Komust upp held ég tvisvar sinnum á 9. og 10. áratugnum, en náðu þá yfirleitt ekki að halda sér nema 1-2 tímabil og það var mikið bil á milli þessari deilda þá. Klálega. Mér sýnist Kári vera að skarta nýjum búningum í dag. Já, það er rétt. Þeir eru ekki í þessum snar röndóttu. Nei, en litasamsetningin svo sama. Já, þetta er náttúrulega svona lið, þetta er svo algengt að lið svona treysta á treyjusöluna, sko. Það þurfa að skipta búninga reglulega. Já. Ég veit ekki hvort að Sveinbjörn hvort að það er svona hugsunin á bakvið þetta hjá þeim. En Káramenn búnir að vera að spila mjög vel í vetur. Urðu fyrir svo sem blóðtöku þegar að Skarphéðinn Magnússon var tekinn inn í og gerði samið við hann hjá IA í markinu, sem var náttúrulega þeirra aðal markmaður, gríðarlega sterkur markmaður. Þannig að það er svona, það mun mæða mikið á Guðmundi í markinu og vonandi stígur hann bara upp og höndlar þá ábyrgð. En þetta er gríðarlega flottur hópur hjá Káraliðinu, það er ekki nokkur einasta spurning. Þarna eru strákar margir sem að spiluðu leiki með í vetrarleikjónum og hafa verið lánaðir yfir. Fyrir utan náttúrulega reynsluboltana Andra Júlíusson, Jón Vilhelm Ákarsson sem er á bekknum í dag. Ágætlega mætt í höllina í dag. Það er náttúrulega fullt af fótbolta í gangi á Íslandi í dag. Það eru allir leikir nema 2 í Mjölkubikarnum, sem að það voru 2 leikir spilaðir í gær þar sem að Skagamenn komust áfram meðal annars. Nú Keflavík og IA eru núna sennilega að ljúka leik í úrslitaleik C-deildar Lengjubikars kvenna í Reykjaneshöll. Datt út samband. Já, hann var það hófst bein útsending, en hún skilaði sér ekki allar mínúturnar, en í Eyjum eru Vestmannaeyingar að spila við Einherja frá Vopnafirði. Þar er á 74. mínúta núna og IBVF 2 mörkum yfir. Og í hálfleikstölur hjá Reynin Sandgerði og Víkingi Reykjavík í Sandgerðinu, þar er staðan 1-0 fyrir Víkinga.
En núna klukkan 2 einnig að hefjast afturhelding KR Haukar Kári Höttur sem við ætlum að fylgjast með hér í dag. Þór, Akureyri og HK. Síðan eru klukkan 4 Víðir Garði á móti Grindavík, Stjarnan á móti Fylki, Völsungur á móti Fram, IR á móti FH, Hamar á móti Víkingi Ólafsvík og Leiknir Reykjavík tekur á móti Breiðabliki. Síðan eru 2 leikir klukkan 5, Magni Fjölnir og Valur Keflavík sem verður í beinni á Stöðu Sport. Hörku Pepsi-deildarslagur þar, en hér koma liðin inn á völlin og við getum farið að setja þetta í gang. Og farið yfir liðin, kannski ég geri það bara líka í markinu hjá Kára stendur Guðmundur Sigurbjörnsson nummer 1 og síðan eru aðri leikmenn nummer 2 Þór Lórens Þórðarsson, nummer 4 Sindri Snæfells Kristinsson, nummer 5 Guðlaugur Þór Brandsson fyrirliði, nummer 8 Páll Sindri Einarsson, nummer 9 Alexander Már Þorláksson, nummer 13 Birgir Steinn Ellingsen, nummer 15 Óskar Vasilevski, nummer 18 Guðfinnur Þór Leósson, nummer 19 Eggert Kári Karlsson og nummer 22 Marino Hilmar Áskjesson. Hjá Hetti í markinu Alexander Marinkovic, nummer 2 Petar Mudresa, nummer 4 Kristoffer Einarsson, nummer 6 Gísli Björn Helgason, nummer 7 Haldur Bjarki Guðmundsson, nummer 8 Daniel Steinar Kjartansson, nummer 9 Snæbjörn Guðlaugsson, nummer 10 Brynjar Árnason fyrirliði, nummer 11 Martin Gauti Kárasson og nummer 13 Heiðar Logi Jónsson og nummer 15 Guðjón Ernir Hrafnkelsson. Það samt áhugavert að því að við, svona okkar upplýsingar voru þær að hattaliðið væri byggt upp á stórun hluta af ungum leikmönnum en byrjunarliðin, meðalaldur byrjunarliðana, þar eru Káramenn töluvert lægri. Þeirra meðalaldur tæp 22 ára meðan að það 23,4 ár hjá Hetti en á bekknum meðalaldurinn 18,4 ár hjá hattamönnum. En þetta að fara af stað. Og við svona munum reyna að henda reiður á því hvernig liðsuppstillingin hjá Hetti sem að við höfðum ekki forsendur til að giska á. Þess mátti gaman geta að Brynjar Árnason sonur Árna Óðinssonar sem að kenndi mér í menntaskóla á Egilsstöðum. En það eru Káramenn sem að hefja leikinn og þetta komið á stað og Skagamenn og það leikurinn hafinn í Mosesbænum líka þar sem að afturhelding skoraði á móti KR strax á fyrstu mínútu og eru komnir í 1-0 þar. En Káramenn byrja hérna á að pressa en Hattarar ná að hreinsa þetta frá. Birgir setur þetta fram á Alexander aftur. Það Marino keyrir á þetta. Guðlaugur Þór í tæklingu, kemur hann á Marino aftur en Hattamenn ná að bæja þessu frá en ekki langt. Eggert Kári. Hér kemur Marino, komin hérna inn fyrir vörnina, leggur hann tilbaka. Þór með fyrirgjöfina og það hotspinna hérna strax á fyrstu mínútunni. Finnst það Guðlaugur Þór sem ætlar að taka hana. Hattamenn skilja einn eftir frammi. Kemur hérna inn á miðjan teginn. Það skalla frá og ekki dæmt eða hvað. Jú. Það aukaspyrna. Alveg klálega rétt. Eða hvað hann að stöðva leikinn? Hann að stöðva leikinn. Þar með lætur hann boltan falla. Þetta Hattarmaðurinn vera keyrður allra algjörlega, þetta var alveg klár aukaspyrna. Ekki það einhver rekistefna hvað á að gera hérna. Hattamenn ætla bara að spila út úr þessu. Nei, hann lætur hann fara vel gert. Hattamenn alltaf verið allra manna prúðastir.
Þá pressa hattararnir hátt á völlin. Guðmundur spyrnir frá markinu. Já, snart spila hérna. Páll Sindri komin upp í hægra hornið. Reynir að finna Eggert Kára en Petar vandanum vaxinn hérna. Heiðar. Alexander út á Pál Sindra, vel gert hjá honum. Þór laus út á vinstri kantinum. Nær hann fyrirgjöfinni? Nei. En hann ennþá með boltan. Og fyrirgjöfin kemur síðan en Kristoffer Einarsson kemur þessu frá. Káramenn ætla að pressa hérna strax í byrjun. Petar skallar frá og hattamenn halda boltanum. Og geta þeir sótt hratt. Brynjar. Þeir eru 3 á 4 núna. Heiðar Logi fær hann hérna út í vinstra megin og missir boltan út af. Og það er innkast. Sýnist hattamenn ætla að liggja tilbaka svolítið en pressa ákveðnum augnablikum og sækja hratt þegar þeir geta. Þar er ykkur hérna. Halldór Bjarki kemur sér tilbaka á Alexander í markinu en slæm spyrna hjá honum, Marino. Og hér er það Guðfinnur, stingur í gegn af Eggert Kára sem er komin í gegn eða hvað? Alexander nær að verja þetta en missir hann aftur fyrir, þetta var stór hættulegt. Byrjaði á slöpu útsparki hjá markmanni Hattar. Virkilega snirtileg sending hjá Guðfinni hérna inn fyrir á Eggert. Algjörlega. En færið var þröngt. Þá kemur önnur hótspyrna Káramanna. Það er á vítapunktinn. Sindri var hérna á auðum sjó en hitt ekki boltan. Guðfinnur inn á Alexander en Alexander kýlir þetta frá. Þór skiptir hérna yfir til hægri á Guðlaug en slök sending hjá honum. Það er innkast. Sindri með þetta, reynir að finna Pál Sindra, tekst ekki, þá koma Hattarar. Stungusending hérna inn fyrir Sæbjörn. Hún skoraði 2 mörk í síðustu umferð gegn Huginn. En Eggert Kári vinnur vel tilbaka. Birgir hreinsar þetta bara fram. Marteinn reynir að finna Heiðar Loga, tekst ekki, Óskar gerir vel. Guðfinnur. Skiptingu hérna yfir til vinstri en það er engin. Guðjón Ernir spilnir þessu fram á við. Hér kemur Brynjar og hann reynir bara að skota löngu færi. Sá að Guðmundur var hérna framalega. Gengur nú illa hattamönnum að halda boltanum og spila um milli sín. Slög spilna en Heiðar Logi nær ekki almennilega valda á boltanum. Óskar kastar hérna fram, Guðlaugur er að komast hérna í gegn með fyrirgjöfina strax. Fín vörn hérna hjá Kristoffer. Þetta er betra hjá hattamönnum. Brynjar leita mikið á honum inn á miðinni. Kemur sending fram en Kristoffer las þetta vel. Sending tilbaka á Alexander. Marteinn Gauti. Fín pressa hjá Skagamönnum.
ekkert dæmt. Hann leyfir augljóslega töluverða snertingu. Já, þá dæmir hann á Petar. Ég finnst svona Káramenn vera með svona aðeins yfirhönd svona þessar fyrstu mínútur. Kristófer komst þarna í boltann og það er þriðja hornspyrna Káramanna. Það er komið annað mark í öðrum leikjum. Á Akureyri eru Þórsarar komnir yfir gegn HK 1-0 og eftir afturhelding heldur sínu fórskoti á Káringa. Allar þessar stöðu uppfærslur okkar eru í boði úrslit.net sem er staðurinn sem að allir fótboltamenn eiga að vera daglega inn á. Þeim gengur illa að spila út úr þessu hérna. Þór upp í hornið á Pál. Kemur skiptingin hérna yfir á Óskar, glæsileg sending. Já, fínt úthlaup hjá Alexander þarna. Og það er önnur stöðu uppfærsla hérna eftir 56 mínútur í Keflavík eru Keflavíkur stúlkur 2-1 yfir gegn IA. Við höfum haldið að þessi leikur væri lengra kominn. Nei, sennilega ekki. Það er 56 mínútur liðnar, staðan 2-1. Síðast þegar þau lið mættust þá var sá leikur hérna í beinni útsendingu í Faxaflóamótinu í febrúar þar sem að IA vann 6-3 í virkilega fjörugum leik. Þannig að Keflvíkingar hafa ætlað að hefna harma sinna þar. Vel gert, fín pressa hérna Guðfinnur en leysa þetta vel Hattamenn. Brynja með flotta sendingu. Stungu sendingu upp í vinstra horni á Heiðar Loga sem er flaggaður rangstæður. Birgir inn á Guðfinn. Finnur Þór. Marino leggur á stað. Sendingin ekki nógu nákvæm. Þetta var tæft. Marino gæti fengið gult spjald hér en sleppur með skrekkinn. Fór nokkuð harkalega í Petar þarna. Slök sending hérna úr aukaspyrnunni. Marino hirðir þetta upp. Finnur Guðlaug sem að stingur hún inn á Alexander. Hér geti verið hætta. Nær hann skot á markið. Já, hann gerir það. En hann verið þetta á næstunginni og grípur svo snöggur á fætur. Fín sókn hjá Kára. Það kemur Brynjar. Hann er með Heiðar Loga með sér. Finnur hann. Óskar til varnar. Rekkur hann tilbaka. Halldór Bjarki hérna með langa sendingu yfir sem að Þór les. Pollrólugir hérna Káramenn. Birgir finnur Guðlaug sem að reynir stungu sendingu en Alexander var ekki í neinu hlaupið þarna. Hefnaðist vel á hann þegar hann tók hann svona snögt og sneri. Einmitt. Gulli.
Slök sending hjá Kristóferi. Marino kemst í boltan. Eggert Kári kemur á fleygiferð. Sendingi fyrir aftan Guðlaug. Brynjar kemst í boltan. Kemur Martin Gauti upp vinstra megin. Finnur Brynjar aftur. Brynjar með fyrirgjöfina en það Sindri sem skallar þetta frá. Kemur löng skiptingu yfir en á engan. Bara fín hreinsun. Dómarinn eitthvað að stilla strengi þannig að stjóra. Já. Alexander með hælspyrnu, Marino. Ræðst á Kristófer. Verður að snúa tilbaka, finnur Guðfinn. Sem að finnur Marino, sem að finnur aftur Guðfinn. En Sæbjörn vinnur vel tilbaka og tekur á hann boltan. Gísli finnur Sæbjörn, en Guðfinnur vinnur vel tilbaka. Þeir hafa ekki náð að elta nógu vel þessa löngu bolta undanfarna mínútur, en hér kemur Páll Sindri, en jú. Og hvað dæmt á Petar og Dresa. Ég sá ekki hvað gerðist þarna, en haldið aðeins í teygju þannig til að byrja með kannski. Einmitt. Sýnist Páll, sýndist hann gefa eitthvað merki það. Þá hérna aukaspyrna á vænlegum stað fyrir heimamenn. Páll Sindri tekur aukaspyrnuna og þetta bara inn á markið, en auðvelt fyrir Alexander í markinu. Sindri tilbaka á Guðmund. Þeir pressa á hann. Hann leysir þetta vel. Alexander, og hvað þarna? Páll Sindri svona blokkar að Petar sýndist mér. Já. Heiðalogi kemur og fær hann hérna, ræðst á vörnina. Hann að nálgast vítategin hérna, rekinn tilbaka, en Óskar brýtur á honum á stór hættulegum stað. Ekki gott. Nú verður gaman að sjá spyrnu sérfræðingana. Það Brynjar Árnason sem ætlar að taka þessa spyrnu. Þetta stór hættulegt. Hann reynir að setja hann í gegnum vegginn, tekst ekki, frákastið til Halldór sem að skýtur vel yfir. En fyrsta marktilraun Hattarmanna kom hann eftir fínan spretti á Heiðaloga sem að endaði með því að Óskar Vasilevski braut á honum. En þeir gerðu ekki nógu vel úr þessu. Eggert skallar þetta áfram. Alexander sterkur, Guðlaugur með honum. Boltinn næri ekki að komast í gegnum Kristófer hérna. Þá fara Hattamenn á fullt. Vel gert hjá Marino, en innkastið Héraðsbúa. Hattamenn aðeins að sækja í sig veðri núna þessar síðustu mínútur. Brynjar uppi endamörk, nær boltanum fyrir, en Birgir Steinn
skallar þetta í horn. Þeir eru aðeins að fá meiri trú á verkefninu, þetta menn. Já, það verður að segjast. Og það er Brynjar sem að tekur það. Virðist vera þeirra spyrnu sérfræðingur, númer 1, 2 og 3. Þegar hefur áreint í vörninni hjá hattarmönnum, þá hafa þeir staðið vaktina vel. Já, þeir hafa gert það. Öftustu menn sterkir í loftinu, finnst mér. Já. Þá kemur Brynjar með hornspyrnuna, það er inn á fjarstöngina. Marino skallar þetta í burtu. Petar er hérna með hann, finnur Brynjar sem kemur með hann í fyrsta fyrir. Guðmundur kýlir frá, hattarmenn er ennþá með boltan, en Marino setur pressuna, vel gert hjá honum. Og þeir ná aðeins að létta á pressunni sem að var að byggjast upp. Alexander undir pressu frá Alexander. Næra spilna vel frá marki sínu núna, Þór í baráttunni. Hér kemur hattaliðið, Gísli Björn reynir að finna Heiðalóa en Sindri gerir vel í vörninni. Já, nú koma þeir hérna 4 á, nei, ekki nógu margir á. Klauvalegt hérna, hattamenn eru orðnir miklu grimmari í náveginum líka. Þarna, hann er ekki spjaldaglæður, en ég sá svo sem ekki hvað var athugavert þarna, en Virtist bara að koma aðeins svo seint já. Í hann. Ég veit ekki hvort þetta hafi verið eitthvað gróft. Nei, þetta var Daniel Steinar Kjartansson sem að lá þarna, en hann er búinn að harka þetta af sér. Það er Kristoffer sem að tekur þá aukaspyrnuna, hann tekur hann að stutt. Kemur síðan með langan bolta í áttina Sæbirni. Birgir Steinn er með þetta alveg á hreinu. Káramenn leysa þetta ágætlega. Þór síðan með langan bolta, en það er upp í rjáfur. Það hefur verið fínt úti. Já, nú er það Káramenn sem að gengur erfilega að tengja saman spil. Hér er komin hætta, hattamenn konur inn í tegin. Óskar grípur inn í. Já, Brynjar komin núna hérna upp í hægra hornið. Einstaklega rólegur á boltanum. Birgir Steinn skallar þetta frá. Eggert Kári og Óskar kemur síðan frá. Það liggur töluvert á heimamönnum núna. Já, þetta er bara nöðvörn. Hattamenn hafa vaxið mjög eftir sem að líður á. Nú er fyrir hálfleikur að verða hálfnaður og yfirburðinu sem að Kári virtist hafa í upphafi leiks eru já, bara svo gott sem hornir í bili. En þá kemur fyrirgjöf, Birgir Steinn sterkur í loftinu sem fyrr. Káramenn ná svo sem að afstýra mestu hættunni, trekk í trekk. Konum með töluvert sjálfstörst í spilið. Spila þetta mjög vel. Kemur Marino, en Brynjar fær boltan, reynir að stinga hann hérna inn á Sæbjörn. En Sindri greip inn í það. Já, það virðast vera slegnir aðeins út af laginu, Káramenn. Sterkur hérna Óskar, vel gert, öxl í öxl hreinlega. Sindri reynir að finna Alexander, en Petar hefur betur.
Hér hætta, Sæbjörn kominn inn á vítateig. Þeir eru tveir á honum hérna, kemur og þarna var bara fínt færi. Daniel Steinar kom hérna askvaðandi en næri ekki að stýra þessu á ramman. Sem betur fyrir Káramenn. Eflaust hörku stemming í golfskálanum í Ekkjufelli núna þessa mínútur. Eggert Kári tekur þetta niður. Gengur erfilega að finna samherja núna heimamönnum. Já, Birkisteinn sterkur þarna. Nú þurfa Káramenn eiginlega svolítið að bara aðeins að ná andanum og halda boltanum sín á milli. Já. Það er svona... Væri fínt að fá smá kabla bara að róa þetta örlítið niður og byggja upp sókn hægt og rólega. Já. Þeir eru of bráðir að spyrnunum frá sér. Akkurat eins og staðan er núna. Eggert. Guðfinnur. Guðlaugur. Fær boltan hérna eða hvað? Nei. Fín vörn. Varnarvinna þarna hjá Gísla. Kemur Halldór. Marteinn. En fín pressa hjá Guðfinni. Og hann leggur á stað, hann er hérna bara á auðum sjó, nær hann skotinu. Petar kemst fyrir. Það er mjög innstilt í Káramenn þetta svona direkt hugafar. Ef þeir vinna boltana þá fara þeir á stað. Guðlaugur fær hann hérna frá Óskari. Óskar kemur með hann fyrir en Petar er alveg með þetta. Þræðir hérna loftbitana. Guðlaugur var hérna í rangstöðu, gat ekkert gert. Það er smá taktísk breyting hjá Káramönnum. Páll Sindri færi sig framar á miðunni í staðinn fyrir Guðlaug. Páll Sindri kemur, reynir að finna þarna Alexander í hlaupið. Gengur ekki. Það er engin leið að segja, spá til hvernig þessi leikur mun þróast. Það er sammála því. Já. En þetta er aðeins búið að róast núna eftir óbóðslega þunga sókn Hattar. Já. Káringa búin að jafna gegn afturhaldningu. Kenny Choppard. Það er einhver mörk í honum en hér er hætta. Alexander, reynir að finna Eggert Kára þarna en vel lesið hjá Marteini. Páll Sindri með skotið, rétt framhjá. Já, betra hjá Káramönnum núna. Já, ég var fann að halda að Kenny Choppard væri bara hættur að geta skorað. En hann er búinn að því í dag. Káamenn einnig komnir yfir gegn Haukum. Þar sem Elvar Árni Aðalsteinsson skoraði eftir 26 mínútur. Það verður 4 lokamínútur í Vestmannaeyjum. Þar sem að það er 3 mörk í uppbótartíma. Einherjamenn minnkuðu munin í 3-2 á 94. mínútu en Eyjamenn bættu við 4. markinu á 95. Þannig að Einherjamenn hafa ekki lagst niður og leyft Vestmannaeyingum að valta yfir sig. Áhugaverð úrslit. Einherjamenn yfirleitt verið erfiðir við að eiga. Gleðifréttir fyrir okkur Skagamenn einmitt líka að Skagastúlkur eru búin að jafna leikinn í Keflavík. Staðan þar 2-2 þegar að korter rétt rúmlega er eftir af venjulegum leiktíma. Það er komið nýr bolti. Hann týndist hana í markasúpunni? Já. Þetta er svona ný merking á þessu orði, markasúpu. Algjörlega. Þannig í horninu. Já, Káramenn aðeins að ná áttum hérna.
Óskar tilbaka, hann á hattamenn að þrýsta út. Þór Lorenz. Já, þetta er það sem við báðum frá Kára. Og hérna Eggert Kári einmitt. Finnur Óskar sem að finnur síðan Pál Sindra, hann undir pressu, nær að snúa. Og síðan kemur með sending hjá honum. Alexander. Og fín pressa þarna. Já, þetta er miklu betra en síðustu svona 3-4 mínúturnar hjá Kára. Konur í hotspyrnu gírinn aftur, það væri voða ljúft fyrir heimamenn hérna í stúkunni að aðeins að létta á pressunni og fá eitt mark hérna eða svo. Það er Páll Sindri með spyrnuna og þetta er snúið inn að markinu. Birgir Steinn var nú bara þarna í ágætis færi en virtist vera bara hreinlega komin of hátt til þess að ná almennilega að stýra skallanum. Birgir Steinn þarna verðist klifra upp á bakið á Sæbirni og það er bara stöðvaða leikur, sýnist mér. Í þessari stöðu er erfitt að segja hvor er brotlegur. Maður sér mjög oft brotið og sóknarmenn fyrir að beygja sig en oftar en ekki finnst manni þeir beygja sig af því að það er maður á bakinu. En hérna, þannig að þetta var bara svo kallað no call eins og við segjum í körfunni. Og Sæbjörn er staðinn upp. Eldhress. Framkvæmdir hérna í höllinni, það vantar engin leikklukka eða skortafla hérna upp á veggjum lengur. Hálftími liðinn, ennþá markalaust og lítið svona galopin færi. Káramenn hafa þó átt betri færin þó þau séu ekki mörg. Vel gert hjá Þór þarna. Þetta menn á að halda pressunni. Gísli. Jájá, Þór les þetta vel og hann er með Pál Sindra með sér sem að finnur Guðfinn. Guðlaugur á Alexander sem hann er að snúa. Finnur Guðfinn aftur. Sindri og Óskar leggur á stað en Heiðarlogi lokar á það. Og Óskar kemur síðan, býtu við, Alexander fær boltan hérna. Hann er sterkur, nær að snúa. Marino með hlaupið og frábærlega spilað hjá Káramönnum. En þetta var erfiður bolti fyrir Marino að afgreiða. Skemmtilegt spil. Já. Vel gert hjá Sindra. Boltinn upp í loft. Hvað er? Boltinn fór upp í rjáur. Já. Það ekki? Nei, býttu það hefur eitthvað verið dæmt. Þeir eru allavega að fara að taka aukaspyrnu. Það hefur verið rangstaða kannski á Alexander eða eitthvað svoleiðis. Ómögulegt að segja en leikurinn fer í gang aftur. Brynjar býður sig, fær hann ekki. Sindri gerir vel. Eggert Kári, fín vörn. Þarna er brot, jájá, hárrétt. Fínn sprettur hjá Martini Gauta þarna. Kemur Brynjar Árnason á vettvang.
Brynjar með langa sendingu hérna og hún ofinnalega, Guðmundur grípur þetta auðvitað og hann spyrnir langt frá marki sínu í áttina Alexander sem að nær boltanum, Páll Sindri með honum, hérna hætt á ferðum, Páll Sindri í þröngu færi, leggur hann fyrir, Alexander með skot yfir markið. Frábært hratt upplaup, nákvæm spyrna frá Guðmundi í markinu á Alexander sem að fann Páll Sindra með sér sem að fann Alexander aftur og í dauðafæri. Við vorum að lýsa eftir færum hérna rétt á hann. Fengið tvö mjög góð færi. Daniel með boltan hérna fyrir Hött. Finnur Halldór. Það aðeins meiri kraftur í Káramönnum núna. Það kemur Brynjar, finnur Heiðarloga og hann finnur Brynjar aftur. Glæsilega spilað og Brynjar í færi og skot framhjá. Við erum komið færi báðum megin á vellinum. Þetta var leiftarendi spil. Já, hér að spúum en boltinn fram í markinu þó að mörkin vanti finnst mér þetta stórskemmtilegur leikur á að horfa. Alexander snýr, gerir vel Páll og Guðlaugur reynir að finna Þór, hann kapplaup, Þór nær boltanum kemur svo með fyrirgjöfuna hérna yfir á fjárstöngina aðeins og há fyrir Eggert Kára. Páll Sindri með fína pressu. Fínt. Já, Kára hérna núna, Guðlaugur snýr. Óskar hann þarf að snúa við þannig að Hattarar að reka sitt lið aðeins framar. Eggert Kári fær hann hérna kemur fyrirgjöfun inn á fjárstöngina, þar kemur Marino rétt missir að boltanum, Alexander með skot en nánast nafnið hans í markinu. Ver vantaði að ná krafti í þetta skot. Það óvægt að segja að mark liggi í loftinu, það ómögulegt samt að segja hvoru megin, kannski eins og staðan núna heldur meira Kára megin. Þór finnur Birgi, finnur Guðlaug sem að sér Eggert Kára hérna og Óskar leggur á stað, fær hann boltan, hann nú seinna þessu Eggert Kári reynir síðan stungusendingu inn á Alexander. Þarna var synda, hann sá ekki Óskar með sér þarna. Já, það var allt galopið. Já. Óskar beið og þurfti að hægja á hlaupinu. Halldór. Ég veit ekki af hverju, hann Brynjar Árnason í hattaliðinu, hann minnir mig margt á svona Mattias Sammer, Lothar Matthäus típu einhvern veginn, hvernig hann ber sig á vellinum. Svona opbóðslega yfirvegaður, uppréttur og hérna með virkilega góða boltameðferð og staðsetningar. Marino, glæsilega gert hjá honum, kemur honum hérna yfir á Þór sem að kemur svo með skotið, það hátt yfir og framhjá. Það þarf að eiga, já hann einn hattamaður sem að liggur í valnum. Marteinn Gauti sýnist mér að vera og dómarinn fyrirskipar aðhlynningu sem nú svolítið stund að skila sér. Hún kemur svo. Þá kannski rétt að kíkja á stöðu annarra leikja. Víkingar frá Reykjavíkur ennþá að vinna Reyni Sandgerði 1-0. Káringar eru komnir yfir gegn Aftureldingu
Gunnar Þór Gunnarsson var nú bætti við öðru markinu þeirra á 29. mínútu. Það er staðan 2-1. Þór Akureyri er 2-0 yfir gegn HK núna og KA er ennþá 1-0 yfir á móti Haukum í Hafnarfirði. Eins og áður sagði, fullt af leikjum í viðbót í dag. Einir 6 leikir klukkan 4 og 2 klukkan 5. Það sem að skiptir okkur Skagamenn kannski meira máli, það er að staðan er ennþá 2-2 í Keflavík þegar að 5 mínútur eru til leiksloka. Stefnir allt í framlengingu og vít og þar. Bæði þessi lið áttu erfitt ferðalag helgina. Undanúrslitin voru spiluð á laugardaginn, báði leikirnir á Norðurlandinu. Það er stutt á milli leikja hjá þeim í þessum Lengjubikar. Já, virðist vera í lagi. Eggert Kári fer hana harkalega í Martin Gauta og fær að launum gult spjald. Það hlaut nú að koma að þessu. Martin ekki sáttur, ný staðin upp. Já. Ekki parrifinn. Það er kannski rétt að byrja að spjalda núna en með að við önnur brot hérna sem þannig hafa gengið þá var þetta ekki það grófast á. Nei, það er rétt. En hann á hætt við því að svona leikir geti soðið upp úr. Einmitt. Kemur langur bolti fram, Birgir Steinn við það að missa boltan en snert hann ekki og boltin aftur fyrir. Fín vörn hjá Þór Lorenz þarna. Hann reynir að finna Alexander, tekst ekki. Páll Sindri. Hann tekur þarna töluverða áhættu. En Birgir Steinn bjargar honum úr því. Óskar gerir vel. Halldór reyndar með fína pressu þarna. Og Marteinn reynir að finna Heiðar Loga. Sindri er á undan. Það eru farnar að fljúga tæklingar hérna. Sindri tæpur þarna. Það var agalega lengi að flauta. Já. Það er svona lítur út eins og hann sé að flauta út af viðbröðunum. Já. Og það lítur aldrei vel út. Nei, þetta var rétt enga síður. Ég held það, þetta var hérna 50-50 bolti en þetta var, hattamæðurinn var á undan í boltan en þetta getur verið stórhættulegt. Brynjar á hér er Marteinn Gauti Brynjar. Ég væri til í að sjá tölfræði yfir sendingaprósentuna hjá honum. Hefnaðar sendingar. Ég man ekki eftir mörgum misjöfnum sendingum hjá honum. Þú leggst bara yfir upptökuna að þessum leik Ég held það. og skráir þetta niður. Kemur löng skipting hérna yfir. Þór gerir vel. Þannig er akkurat þetta sem við vorum að tala um á hann. Er klifrað upp á eða er farið undir. En Þór var með náða að skalla boltan hérna. Er orðið fyrir einhverju smá hnjaski.
Hérna hætta Birgir Steinn en svo Klettur hérna stoppa mikið á honum. Boltinn út fyrir og innkast. Já, það stefnir í markalaust í hálfleik. Páll Sindri með sendingu Guðlaug, Petar hann lesi þetta mjög vel en það gerir Páll Sindri líka. Slögsending. Já, fínt spil núna hjá Kára hérna. Sindri finnur Eggert Kára, hann aftur tilbaka á Óskar. Spila tilbaka Birgir Steinn. Alexander tekur hann hérna kassan, nær að snúa. Finnur Guðfinn, hann á Óskar. Kemur fyrirgjöfin, næri ekki en stefnir í hotspinnu, já. 44 að detta á klukkuna. Það væri mjög hentugt fyrir Káramenn að fá mark hér. Rétt fyrir hlé. Guðlaugur Þór með spinnuna. Og þannig að Petar er betur en enginn hérna. Vel gert hjá Þór. Guðjón reynir að finna samherja, gengur ekki. Guðmundur undir pressu, leysir þetta listilega. Þór leggur á stað. Þór og Óskar yngstir í liðinu, fæddir 2000. Halldór næri að halda boltanum. Þarna kom feilsendingi á Brynjari. Marino stingur inn fyrir á Pál Sindra. Pál reynir að komast fram í á Marteini, gengur ekki og þetta menn eiga innkastið. Það var nú eitthvað óryggur að Marteinn hvað hann ætti að vera að gera. Brynjar, þetta lítur að vera brot. Ekkert dæmt. Já, þetta er hérna eins og þú veist Snorri, ég er í mikill áhugamaður um góða dómgæslu. Þarna fannst mér alveg klárt brot. En enda óvenjulega hlutlaus í þessum leik. Allavega var Marino ekki ánægður með að fá ekkert fyrir sín snúð þarna. Nú sennilega hann svo sem verið einhverjar litla tafir í fyrir áleiknum. En ekki meir en svo að hér er búið að flauta til hálfleiksstaðan 0-0 í fjörum leik engu að síður. Við ætlum að taka okkur pásu eins og leikmenn og meðan þeir drekka teið sitt þá fáum við okkur kaffið okkar og við sjáumst hérna aftur eftir 15 mínútur ef allt er eðlilegt, ekki fara langt.
Jæja, gott fólk, velkomin aftur hérna í Akranesshöllina og framöndan síðari hálfleikur í þessum stórskemmtilega leik. Kári Höttur í 32 liða úrslitum í Mjólkurbikarnum. Sorgarfréttir úr Keflavík fyrir okkur Skagamenn. Þar tókst Kelbingingum að skora þriðja markið í uppbóta tíma og tryggja sér lengjumeistaratitillinum. Náðu að hrifsa Lengjubikarsbikarinn úr höndum Skagakvenna. Þær hafa eflaust munað eftir síðasta leik hjá þessum liðum, en við erum að fara af stað hérna í síðari hálfleikinn. Fyrri hálfleikurinn var svona áhugaverðari heldur en staðan gefur til kynna. Óhætt að segja það. Það var fullt af færum og mikil barátta og jafnræði svona heilt yfir. Bæði lið tóku svona spretti, en það verður fróðlegt að sjá hvað hefur verið rætt og skrafað í hálfleik. Káramenn allavega byrja hérna á að setja pressu. Þór Lorenz Þór missir boltan hérna, þá koma Hattamenn hérna upp hægra megin, spyrna honum út fyrir. Víkingar frá Reykjavík náðu 2-0 sigri gegn Reyni Sandgerði fyrir í dag og KR-ingar eru 3-1 yfir gegn Afturheldingu sem komst yfir strax á fyrstu mínútu. En aðalmálið hjá okkur þessi leikur hérna sem algjörlega í járnum, en hér færi Alexander í ágætis færi þarna, en Hattamenn á að henda sér fyrir. Engar breytingar sjáanlegar á liðunum. Ekkert Kári finnur Pál Sindra. Pál, þetta þröngt en þetta hefst. Guðfinnur komin inn á teig, leggur hann aftur út, en Hattamenn Halldór nær að hreinsa þetta frá. Já, en Káramenn ekkert að baki dottnir. Þór þarna misjöfnum sending hjá Guðlaugi. Alexander spyrnir frá markinu, en Þór skallar það tilbaka. Kristoffer sending hérna upp í hægra hornið. Heldur þessu inn á. Og fyrirgjöfin, Sindri fyrir. Guðfinnur tekur hann síðan niður og snýr. Brynja pressar á hann. Hattamenn halda pressunni. Kemur fyrirgjöf, fer í varnarmann, en Guðmundur tekur þetta síðan. Hattamenn halda pressunni. Brynjar með sendingu inn á teig. Birgir Steinn skallar það frá. Guðlaugur kemur þessu áfram á Alexander. Þór á sprettinum hérna utan á. Fær svo boltan. Nær hann fyrirgjöfinni. Nei, fín varnarvinna þarna. Og innkast að mér sýndist.
Hér Páll Sindri. Það ná að vinna á honum boltan. Sæbjörn á Brynjar en Sindri vinnur þarna boltan. Vel gert hjá Þór en hann hefur verið flaggaður rángstæður. Spurning hendi þarna á undan rángstöðunni. Já. Þetta tekur þetta út úr vörninni, aftur tilbaka á Alexander. Sindri kemur þess á, nei ekki alveg á Eggert Kára. Hvorugt liðan á að halda boltanum mjög lengi. Guðlaugur gerir þetta vel, finnur Pál. Pál Sindri skiptir yfir á Þór, aðeins fyrir aftan hann. Þór séð með sendinguna hérna inn á teginn, Petar nær að skalla það frá. Guðfinnur og Þór í baráttunni. Marino. Vel gert hjá áttamönnum. Kemur. Já, nú pressa Káramenn örlítið framar. Halldór, þetta aukaspyrna á Pál Sindra. Birgir sterkur í loftinu. Pál Sindri hérna í kapli, vel gert hjá honum, finnur Eggert Kára. Á koma Káramenn rætt en þeir eru 4 á móti 6. Eggert Kári á fleygiferð er ennþá með boltan en fín vörn hjá Kristoffer sem að náða að stoppa þetta upplaup hjá honum. Daniel finnur Sæbjörn. Guðfinnur pressar á hann, eru 2 með hann þarna. Finnur síðan Brynjar Árnason. Hann reynir að koma honum inn á teginn. Tekst ekki. Eggert Kári hreinsar þetta bara frá. Losa pressuna almennilega. Þetta krefjandi sending. Þór kastar hérna upp í hornið á Pál Sindra. Hann í baráttu við Kristoffer sem að kemst í boltan og nær að setja þetta í innkast. Alexander finnur Marino. Spila tilbaka Birgir Steinn. Óskar úti hægra megin. Fær hann. Undir pressu finnir Eggert Kára. Hann aftur á Óskar sem nær fyrirgjöfinni. Þetta endar í horni. Það myndi hressa örugglega mikið upp á þennan leik sem nú ekki bragðdauður samt að fá mark öðru hvoru megin. Það Guðlaugur það ekki sem að tekur þetta að vanda. Finnur Alexander en þeir ná að bæja hættunni frá. Óskar á Guðlaug sem að dæmdur rangstæður. Þessi útfærsla misheppnaðist algjörlega. Já, hann ætlaði að setja hann bara eftir jörðina á Alexander en hann hafði ekki skotfæri.
Þetta er Alexander pressar á hann. Og Kára með minna boltan. Guðfinnur reynir að renna honum hann á Eggert Kára en Kristoffer las það. Daniel Finnur Sæbjörn baka á Brynjar. Hann kemur inn á völlin, skiptir síðan yfir á Martein hérna vinstra megin. Missir hann ólangt frá sér og Guðlaugur hreinsar þetta í áttina Alexander. En miðvarðarpar Hattamanna vinnur hérna vel saman. Hei. Halldór og Eggert Kári finnur Alexander og þetta hlýtur að vera brot og spjald líklega á Kristoffer eða hvað. Hann var lítið og seinn þarna. Nei. Þetta var bara mjúkt. Já. Var það Þór Lóren sem ætlar að taka þessa spyrnu. Kemur hérna inn á fjárstöngina, snýr frá markinu. Alexander komst í hann en náði ekki að stýra þess á markið. Kemur langur bolti yfir til vinstri, skalla frá af Guðjóni Erni. Káramenn halda pressunni. Sending hérna inn á fjárstöngina, Eggert Kári í fínu færi. Flott sending hjá Óskari. Virkilega góð. En Eggert náði engan veginn að stýra þessu á markið. Það færi þó aldrei svo að við færum í framlengingu hérna í dag. Það hefur verið svolítið stíllinn hjá okkur í 32 leða úrslitum undan farin ár, ef við getum orðað það svoleiðis. Það er eftirminnilegur leikurinn í fyrra í að Fram í 32 leða úrslitum sem að hann fór ekki í framlengingu. Nei. Það stemdi nú allt. Það var gróttuleikurinn umferð seinna. Býtu nú við, já. Hér er Páll Sindri kominn inn á teiginn og upp að endamörkum en fín vörn hjá Guðjóni. Slöksending hjá honum. Þór. Birgir stingur upp í horni en þar er enginn. Varandi pressu þarna frá Daniel. Hér á þennan. Hattamönnum dæmt innkastið. Það áttust þeir við Gísli Björn og Guðfinnur, já. Guðjón Ernir kennir sér nú einhvers meins, búinn að gera það núna síðustu andartökin. Vel gert hjá Brynjari en þetta fer upp í loft. Þór kastar hérna í áttina að Alexander en Gísli nær að skalla þetta út af. Límir sig vel á Alexander hérna. En Þór finnur Alexander hérna, leggur hann út en Petar kemst í boltan. Heiðar Logi á flegi ferð. Marino á eftir, tekur boltan eða hvað? Nei, ekki er það dæmt svo. Og þá er guldspjald á Marino. Já. Einhverju myndu segja hart. Þarna. En dómarinn ræður þessu og þá er Guðjón Ernir Hrafnkelsson sestur í grasið. Finnst hann að hafa verið að finna til í vinstri fæti. Og ætlar enginn að koma
til hans. Þá kemur skipting hjá hattamönnum og það er sennilega Guðjón Ernir sem er að fara að velli. Og hann er hér stuttur af velli og í hans stað það er að koma Jakob Jóel eða hvað. Já, Jakob Jóel Þórarinsson kemur inn á hérna bara á hægri kantinn. Hvort að Daniel dettur þá niður í bakvarðarstöðuna. Ég sveimir þá, ég er ekki frá því, ég þekki pabba hans. Ég er ekki að líklegt. Jakob Jóel Þórarinsson. Ég ætla að gefa mér það að hann sé sonur Þórarins Jakobssonar, málara á Egilsstöðum. Ég verð þá vonandi leiðréttur bara síðar. Þannig er annar bolti kominn í markaskóginn hérna. Alexander sterkur hérna, Daniel bara hrekkur á honum. Sindri skiptir hérna yfir til hægri, vel gert hjá honum. Kemur Óskar, hann er með Marino með sér, finnur hann. Marino síðan með fyrirgjöf og Alexander með bakvallspyrnu en framhjá. Já, það eru Káramenn sem að skapa hættuna hérna í síðari hálfleik, hingað til. Rétt rúmlega 15 mínútur liðnar á síðari hálfleik. Já, ég fengi að staðfesta að Jakob Jóel er rétt feðraður hjá mér. Hér er hann. Já, hér er einmitt hann. Og boltinn hangir inn á, en Birgir Steinn setur þetta út fyrir og þá er skipting hjá Káramönnum. Jón Vilhelm Ákason að gera sitt kláran og Andri Júlíusson, gömlu brýnin, viltu ekki óvægt að kalla á það. Páll Sindri að fara að velli eins og Eggert Kári Karlsson. Já, það verður gaman að sjá hverju þetta breytir. Fá mikla reynslu inn með þessari skiptingu. Páll Sindri ekkert húrrandi kátur með þetta, skiljanlega. Já, já, það er kemur innkastið, Birgir Steinn gnæfir hérna yfir Brynjari og skallar þetta frá. Þetta er með því hérna augljósara sem maður hefur séð. Já. Tók bara vel á því og þeytti Alexander út í loftið. Sindri stingur hérna á Alexander. Alexander búinn að vera mjög mikið í boltanum í þessum leik. Heldur boltanum vel. Þeir hafa átt í erfiðleikum með hann. Andri með sendingur á Jón og þar er Guðlaugur. Vel spilað hjá Kára. Guðlaugur með skot yfir markið. Þarna
unnu varamennirnir saman til þess að skapa þetta færi fyrir Guðlaug. Jón Vilhelm pressar hátt á vellinu núna Káramenn. Óskar í baráttu við Heiðarloga sem að hefur þó betur. Sæbjörn finnur aftur Heiðarloga sem er hérna fleygjuferð upp í vinstra hornið. En Káramenn mættir og Óskar vinnur boltan tilbaka. Vel gert, þarna er brot en alveg klárlega spjald á eftir. Þykir mig líklegt að Andri Júlíusson er ennþá hérna fleygjuferð með boltan. Hann er með Marino með sér og Jón Vilhelm með sér og hann reynir að finna Jón. En sendingin óvinnalega fyrir Jón Vilhelm. Sá nú ekki hver það var sem braut þarna. Ekki Petar. Var það Petar, já. Fyrir aftan í kálvan. Já, það er ekki ólíklegt að það bíði hans áminning. Þarna var verið að senda á mann sem það er tilbúin að koma inn á. En að sjálfsögðu er vel dæmt hérna. Beitti að hagnaðarreglunni hérna og Petar fær gult spjald. En þetta var áhugavert, það kom hérna sending út á vinstri kant, beint á mannin á varamannabekknum sem er tilbúinn að koma inn á í hvítri treyju. Og Halldór ekki sáttur. Marino kemur hérna, sendir hann út á Jón Vilhelm. Jón Vilhelm, glæsilega gert hjá hann er kominn inn í gegn og skot! En framhjá hann, þetta hefur hann alltaf haft að Jón. Pota boltanum í gegnum varnarmenn og koma sér hérna í fínt færi. En óheppinn með skotið. Þá kemur skipting hjá hattamönnum. Hver er að fara út af? Það er, sýnist mér, leikmaður númer 6, Gísli Björn. Og í hans stað kemur, ætla ég að gefa mér Francisco Javier Munoz. Petar, þeir spila út úr þessu. Alexander út á Daniel og Marino fer í hann. Marino þarf að passa sig. Marino gulu spjaldi. Ég er nú ekki frá því að Daniel heldur hnéð á sér. Það er búið að vera nóg að gera hjá sjúkraþjálfara hattamanna í leiknum. Heldur vinstra hnéð. Vonum að þetta sé ekki alvarlegt. En Marino dansar á línunni hann. Já. Myndi ég halda að Lúli hugleiði skiptingu. Þeir mega ekki við því að verða manni færri hérna, en þetta lítur ekki vel út. Já, Daniel. Það heldur hægra hnéð. Það er það Kálfinn. Og mann þetta. En hann rís á fætur. Já, ég er ekkert svo viss að hann kláraði þennan leik. En ekki það, ég hef haft rangt fyrir mér með það áður. Francisco fer hérna niður, sækir aukaspyrnu strax á Birgi Stein. Stór og stæðilegur. Kemur hérna inn í framlínuna. Ja, Daniel allavega tilbúin að koma inn á og gerir það. Brynjar með aukaspyrnuna og það er varamaðurinn Francisco sem á skallan, en hann er máttlítill. Kastar hérna fram á Andra, en Andri í baráttunni en nær ekki að halda þessi ná.
Káramenn konir aftur með boltan. Alexander og Guðlaug, Marino með honum hérna úti vinstra megin, slök sending frá Guðlaugi. Þá kemur löng sending fram, Sæbjörn eldir en Guðmundur í markinu. Tæp spyrna þarna en engin hætta. Brynjar finnur Francisco, Heiðalogi konir á teig, sendir hann hérna á hotspyrna sem að Hattamenn eiga. Þegar 20 mínútur er eftir, rétt rúmar. Það er eitthvað sem að segja mér þessi leikur fari, ef hann fer ekki í framlengingu og vító, að hann fari 1-0. Já. Það er bara svona einhver fílingur. En þessi Francisco búinn að sína það hann er nú sterkur í loftinu, þannig að það er myndaður hérna stærðarinnar pakki fyrir framan Guðmund í markinu. En það er Óskar sýnist mér sem að læra að skalla þetta frá. Og þetta er markspyrna. Þetta var áhugaverð uppstilling, það var bara þvaga inn í markteg. Guðmundur spilar bara út úr þessu, Birgir. Hann finnur Jón Vilhelm sem að finnur Marino. Nær hann að halda balda á þessu, já hann gerir það. Skiptir yfir, aftan við Óskar Vasilevski. Hann finnur Andra. Andri vinnur innkast. Óskar kastar hérna inn á Alexander. Já, Martins er í honum, en það er innkast. Upp í horninu hægra megin. Óskar kastar langt. Þetta er á Alexander, hann er að fleyta sig áfram en Hattamenn ná að losa þetta. Þór Lorenz nær þessu, vel gert hjá honum. Er hérna á flegi, ferð upp vinstra megin, kemur með fyrirgjöfina. Kristoffer bæir hættunni frá. Guðfinnur kemst í boltan. Birgir á Þór. Þór finnur Guðfinn. Guðfinnur sterkur þarna. Jón Vilhelm í baráttunni. Kristoffer og fær. Hann er dæmdur rangstæður. En dómarinn var búinn að ákveða að dæma aukaspyrnu þangað til hann sá flaggið. Kristoffer finnur Jakob. Guðfinnur finnur Guðlaug. Hann spilar tilbaka á Guðmund. Guðmundur búinn að bera sig ágætlega í þessum leik í markinu. Óskar leitar að Alexander. Petar nær að gera þetta vel. Ískaldur. Alveg reynt, svellkaldur. Hattamenn á að snúa vörn í sókn. Martin á Brynjar. Ná, Jakob. Hann er með Daniel með sér en Marino lesi þetta vel. En vel gert hjá Daniel, hann vinnur á honum boltan hann. Kemur honum út á Jakob. Þá á Brynjar, hann með fyrirgjöfina, Sindri reynsar þetta upp í loft. Það var sem er ekki skynsamt hjá Marino að reyna að skýla boltanum á svona lítilli ferð. En varamaður tilbúinn á bekknum hjá Kára. Ragnar Már Lárusson er að gera sér tilbúinn. Ekki ólíklegt að hann kom inn á fyrir Marino. Hér kemur bakvallspyrna hjá Jakobi en Guðmundur grípur það. Svo kemur löng sending fram og Alexander á að elda sem hann gerir en Petar gerir það líka. Kemur Martin Gauti fram á við. Francisco
Finnur aftur Martein. Fín vörn á Óskari. Og þá kemur skiptingin hjá Káramönnum. Og það Marino sem kallaður af velli, kemur ekki á óvart. Og Ragnar Már Lárusson kom í staðinn. Ég held að þetta sé skynsamlegt. Hann átti örugglega ekki fleiri sénsa inni hjá dómarleiksins. Það Marino, annars búinn að vera sprækur. Gekk eitt ansi gott færi í fyrir hálfleik. Það eru hattamenn hérna að reyna að halda uppi pressu. Daniel með sendingun inn á teginn, en Óskar Vasilevski er einnar og skallar frá. Andri Júlíusson finnur Óskar aftur á Andra sem að losar þetta upp í loft. Þetta búið að vera mjög kaflaskiptur leikur. Liðin hafa skipst á að hafa svona frumkvæðið. Fín vörn hann í Guðfinni. Og Ragnar Már nýkominn inn á. Missir hann aðeins svo langt frá sér. Vel spilaði á hattamönnum en óheppinn þarna Brynjar. Ég segi það allavega ef að Káramönnum er spáð 7. sæti að þá finnst mér nú Hattararnir ekki líta út eins og lið í 11. sæti. Nei, það er rétt. Í þessum leik. Og veit nú svo sem ekki hvort eiga eftir að styrkja liðið sitt eitthvað meira. Velgert hjá Jóni Vilhelmi. Já, hann er ótrúlega lunginn við að koma sér fram hjá mönnum og stór hætta hana. Og það er hornspyrna dæmd. Aðstoðardómarinn matar sem svo að Jón hefði fengið boltan í sig eftir að hann komin út af. En frábært sprettur hjá Jóni Vilhelm. Hann er bara einfaldlega svakalega góður í fótbolta. Já. Og sko, hann er ekkert að taka einhverja brjálaða flottar gabbreigingar frá hjá þessum mönnum. Nei. Þetta er bara hvað hann er lunginn að kloppa menn og bara potast í gegn. Þetta er alveg unun á að horfa. Kemur hornspyrnan og þetta er á nærsvæðið. Petar þar mættur og skallar það frá. Þór finnur Guðlaug aftur hérna niður í vinstra horninu. Ragnar Már hefur tíma til að snúa, leggur hann en Brynjar mættur tilbaka og les þetta vel. Sindri og Guðfinn. Þarna er enginn. Og þetta rennur bara aftur fyrir og það er markspyrna. Hver ætlar að skora mark í þennan leik? Kemur spyrnan eins há og hann komst upp með. Sindri skallar það út af og hattamenn geta haldið áfram hérna. Halldór á Francisco. Híðalogi á Francisco. Brynjar, vel lesið þarna. Þá fer Ragnar Már af stað og heldur honum. Finnur Alexander Már sem að reynir að finna Ragnar aftur í hlaupinu. Vantaði hárspreitt upp á þetta. Frábær sprettur hjá Ragnari sem er komið með boltan aftur hérna og er í baráttu Kristoffer. Heldur honum vel, hælspyrna á Jón. Guðfinnur ætlar að þræða hérna í gegn á Alexander. Finnur hann, kemst, þeir ná ekki að koma sér í færi. Og Petar leysir úr þessu en sparkar út af og þarna er meiddur maður. Martin Gauti aftur lagstur.
og ég ætla að vona hann sé á tímakaupi eða svona í akkordi þessi sjúkraþjálfari, hann búinn að vera tíður gestur. Mig grunar að hann sé ekki sjúkraþjálfari. Nei, það reyndar gæti líka verið sko. Hann sé liðsstjóri. Já. En nú spurning hvað Káramenn gera. Óskar tekur innkastið, þarna var augljóst mál að Heiðalogi lét boltan fara af því að það lá maður á vellinum og Káramenn lesa það allt saman hárrétt og kasta boltanum aftur til Hattara. En þá koma Káramenn aftur, Jón Vilhelm með boltan, ekki dæmt, en Jón kom með hann aftur. Reynir að finna Ragnar Már, en tekst ekki, þá geta Hattamenn komið hérna hratt. Kristófer á Jakob, Birgir Steinn traustur sem fyrr. Andri og Alexander býður sig hérna út í hægra megin, slök sendingi á Andra og hann brýtur síðan á Martin í Gauta sem að hefur ekki allt sjötið hann að sæla hérna í dag. Nei. Eflaust orðin marinn og blár á nokkrum stöðum. En hann berst áfram. Petar hérna út til hægri á Jakob sem að heldur boltanum inn á Daniel, en Birgir Steinn kemur og hreinsar þetta upp og í innkast. Faðir þessa Jakobs Jóels, hann Þórarinn, eða Tóti Jakobsen sem hann kallaður, spilaði örugglega á 400 leiki með Hetti. Ég hef nú ekki tölun á því, en það voru allavega töluvert mikið að leikjum í mörg ár, alltaf í vörninni og ótrúlegt en satt, ég held að hann hafi enda ferilinn með 0 gul spjöld á ferlinum og aldrei gult og aldrei rautt. En gríðarlega harður og góður varnarmaður. Já. Taka þetta hratt hérna. Alexander og Petar á eftir honum. Alexander tjekkar hann tilbaka, reynir að koma boltanum yfir á Ragnar Már. En vörnin heldur hjá Hetti ennþá. Sindri finnur Þór Lorenz, Þór fram á Jón Vilhelm sem að tekur hann niður og stingur í áttina Ragnari Már, en þetta er óvinnalega og Alexander tekur þetta. Þá koma Hattamenn, Jakob, en Guðfinnur vinnur á honum boltan og Jakob tæklar þetta, en þetta var allt löglega gert, en það er innkast. Þór á Jón Vilhelm sem að tekur þetta vel á kassan hérna, stingur síðan inn fyrir. Alexander að komast í færi, en Kristófer nær að bjarga þessu. Vantar bara hársbreytt upp á að Káramenn ná að komast í hreint færi. Þeir eru segir hérna í vörninni á Hetti. Þá er það Daniel sem kemur hérna upp hægra megin. Yfir á Francisco, hann hefur tíma, reynir að stinga hérna inn í miðjavörnina, en þar er Birgir Steinn sem svo ofta áður. Ragnar Már gerir þetta glæsilega og Brynjar brýtur á honum. Þetta er ekkert annað en gult spjald að sjálfsögðu. Hugsaði ekki neitt annað en að stoppa mannin. Klókt. Þetta var klókt að sjálfsögðu, hann vissi alveg að hann fengi spjald fyrir þetta, en þetta var í rauninni kannski það sem að Hattamenn þurftu í þessari stöðu. Enda engin ílska í þessu.
Kurteis maður að kurteis mættum alveg klárt. En Þór tekur þessa aukaspyrnu. Ná Káramenn að gera sér matur þessu. Kemur inn á fjarstöngin. Alexander út úr markinu, náði ekki til hans. En Hattamenn ná að bæja þessu frá, en þessi sending allt og innanlega frá Óskari. Styttist í þessu. Rétt rúmar 5 mínútur eftir og staðan óbreytt 0-0. Vel gert hjá Guðfinni. Guðfinni með erfiða sendingu, en Andri Júlíusson kemst í boltan, nær skoti á markið, en beint á Alexander í markinu. Hvort liðið myndi sætta sig verð við framlengingu? Það er spurning. Það er erfitt að segja. En Guðmundur spyrnir þessu frá, Guðfinnur fleytir í áfram. Og Andri nær að vinna boltan hérna. Petar stingur full innanlega, sýnist mér. Já, Alexander er vel vakandi hérna fyrir aftan vörninni á Hattamönnum. Kristófer út á Daniel. Birgir Steinn hérna alveg svo skuggi á Sæbirni. Og þá kemur Jón Vilhelm. Andri, aðeins ónokkvæm sending hjá Jóni, en Jón er ennþá með hann. Undir pressu frá Halldóri. Guðlaugur hleypur yfir hann hérna, Guðfinnur. Ragnar Már með sendinguna inn á, eða skot, sennilega sendingu, en yfirmarkið. Það fyrir hver að vera síðastur að skora og forða okkur frá framlengingu. En við munum fylgja þessum leika allt til enda, alveg klárt. Gera það með bros á vör. Hann Birgir Steinn er búinn að vera alveg rosalegur í loftinu í dag. Brynjar á Francisco. Marteinn með sendinguna fram á við, en Guðmundur kemur út úr markinu og tekur þetta auðvitað að vera aðeins minka bitið í sóknaraðgerðum Hattamanna svona síðustu mínúturnar. Og Káramenn líklegri, en það skildi aldrei afskrifa Hattaliðið hér. Við gerum það ekki allavega. Andri með sendinguna yfir á fjarstöngina. Ragnar Már, þetta er of innanlega. Halldór tilbaka á Alexander, með treyst honum vel að spila boltanum hann aftast. Kristófer og Alexander spyrnir þessu síðan fram völlin. Sindri gerir þetta vel. Andri reynir að skalla tilbaka á Guðlaug, en tekst ekki. Sindri Snæfells meðan. Andri snýr. Guðfinnur í baráttunni hérna. Ragnar Már við það ná boltanum, en Jakob gerir vel. Birgir finnur Guðlaug, hann á Guðfinn. Sindri með langan bolta upp í vinstra hornið, en Ragnar var ekki alltaf þetta. Enga sem höttur á. Það er bara 2 mínútur eftir. Þór gerir vel. Ragnar Már, frábærlega gert hjá honum. Köttar inn á völlin hérna. Finnur Jón Vilhelm, hann tekur skotið, en Petar verður fyrir. Og Óskar lætur hann fara út fyrir. Jón Vilhelm getur tekið löngu innköst. Hér kemur eitt slíkt. Birgir Steinn kominn inn á teginn.
væntanlega miðar Jón á hann sem hann gerir og Birgir að sjálfsögðu vinnur boltan og Ragnar Már kiksar Guðlaugur nær að valda boltanum, Jón Vilhelm inn á teginn, Daniel skallar þetta upp í loftið og betar framlengir, Jón Vilhelm snýr með fyrirgjöfina, Daniel skallar frá og Brynjar en Skagamenn vinna boltan, missa hann aftur, þá geta þeir sótt hérna hratt, Heiðarlogi, nei þeir þurfa að snúa við, Francisco Daniel Birgir Steinn með fína vörn, nei þetta er ekki rétt en dæmt enga síður Brynjar hefur fengið hérna, hann fekk hann alltaf á sig kennir sér einhvers meins en Birgir virtist ná í boltan en svo sem erfitt að meta þetta honum að Brynjar hristið þetta af sér búinn að vera virkilega traustur á miðunni hjá Hattamönnum alveg klárlega lykil maður í þeirra liði í sumar spyrnan tekin stöðut Daniel með sendingu og Guðmundur út úr markinu gerir þetta vel hann er búinn að heilla mig í þessum leik alveg klárlega hann Guðmundur fyrir sammála og þá koma Káramenn Andri lyftir honum hérna en Kristófer skallar þetta frá Guðfinnur finnur Jón Vilhelm en Hattamenn verjast af miklum krafti Óskar með fyrirgjöfina Kristófer skallar frá finnur Sæbjörn Kristófer á Jakob reynir að finna Sæbjörn Þór gerir glæsilega hérna, tæpsending Alexander, nei, Halldór kemst í þetta Þór gerir vel, vinnur á hann boltan Alexander fer á stað Jón Vilhelm dreifur sig út til hægri fær hann ekki nú eru allir Hattamenn fyrir aftan boltan sem að gerir Káramönnum mjög erfitt fyrir og enn fær Marteinn högg nú er engin leið að vita hversu miklu dómarar í leiksins hefur bætt við Andri með fyrirgjöfina Alexander kemst í skallan en nær ekki krafti í hann stefnir allt í framlíkingu þá koma Hattamenn þeir eiga kannski eitt möguleika í viðbót Heiðarlogi undir mikilli pressu finnur Brynjar hann skiptir hérna yfir til hægri þar er Daniel ætla Hattamenn á að stela þessu hérna í uppbótartíma Daniel dæmd aukaspyrna á Ragnar Már á stórhættulegum stað þetta er ekki það sem að Káramenn vildu fá held ég á þessum tímapunkti Brynjar Árnason margar hvítatreyjur núna inn í teig Brynjar með þetta innanlega og Petar kemst í boltan en nær ekki að stýra þess á markið og þá er flautað af 0-0 jafntefli niðurstaðan hér í bili framundan tvisvarsinnum 15 mínútna framlenging við ætlum að taka okkur örstutt hlé á meðan við undirbúum okkur andlega fyrir þann pakka ekki fara fet
Jæja, þá komið að því framlenging í Akraneshöll eins og við vorum svo sem búin að ræða fyrir leika augljósmála bæði liðin vilja komast í næstu umferð. Þau hafa svolítið svona kanselera hvort annað útreinlega. Og það stefnir nú í framlengingu í Hafnarfirðinum líka. Þar staðan 1-1 milli Hauka og KA. En KA-ringar og Þór Akureyri búin að koma nöfnum sínum í pottinn. Þórsarar sigruðu HK 3-2 og KR afturheldingu 7-1. En þetta farið á stað. Hattamenn hefja þessa framlengingu. Það verður leikið tvisvar sinnum 15 mínútur og síðan vítaspyrnukeppni ef liðin ná ekki að gera það upp í sig hvort liðið vinnur. Hún fer einmitt að reyna á líkamlegt form liðana. Það nýjung, það fjórða skiptingin leyfð núna í framlengingunni. Já. Birgir skiptir hérna yfir á Óskar. Fínt hlaupi á honum hérna upp í hægra hornið. Kemur með hann fastan á Andra Júlíusson sem finnur síðan Alexander sem finnur aftur Andra í færi! Og hann það fyrir þetta mark! Jón Vilhelm Ákason! Rétt rúm mínúta liðin af framlengingunni og varamennirnir áttu þátt í þessu báði tveir. Jón Vilhelm og Andri Júlíusson. Andri fyrst með fast skotna skallaðan síðan fyrir markið á Jón Vilhelm sem kom honum yfir línuna. Það hlaut að koma að þessu. Og nú fróðlegt að sjá hvernig Hattamenn bregðast við þessu. Kári 1, Höttur 0. En það ennþá fullt af fótbolta eftir. En til að vera alveg sanngjarn og heiðarlegur þá þetta ekkert minna en þeir eiga skilið. Ekkert meira en þeir eiga skilið, skulum við orða það. Þeir eru búin að eiga miklu fleiri hættuleg færi og verið nærði að skora fyrir leiknum, þannig að en Hattamenn, þeir gefast nú ekkert upp svo glatt. Marteinn missir boltan, þá kemur Ragnar Már, hann stingur hérna fram á Alexander nær að snúa hérna Guðfinnur, Þór Lorenz, það eru menn á tegnum, fyrirgjöf, Alexander nær ekki valda boltanum, Daniel kemur þessu frá og Birgir Steinn. Birgir búinn að vera gríðarlega traustur í vörninni svo sem eins og Sindri og báði bakverðirnir. Kemur Brynjar Árnason. En þessi sending tekst ekki, Sindri las þetta. Andri. Ragnar. Þór fær hann hérna. Nú spurning líka hvað Káramenn, hvort þeir vilja fylgja þessu eftir og reyna að drepa þetta bara strax. Ég held að þeir sé ekkert að fara eitthvað að bakka frá þeim. Alexander og Andri og Þór á ferðinni. Erfið sending og það flökkur rángstað á Þór.
Já, hattamenn að reyna að finna einhverja glufur í Kára-liðinu sem að er núna að leggjast aðeins tilbaka, leyfa hattamönnum að spila sín á milli hérna. Og hér kemur Daniel upp hægri kantinn, snýr. Og síðan finnur hann hérna Halldór á miðjum vellinum sem að stingur inn á Francisco sem er komin í færi og Sæbjörn jafnar metin fyrir Höpp. 3 mínútum eftir mark Káramanna, en þetta var virkilega vel spilað hjá hattamönnum. Og Sæbjörn að skora sitt 3. mark í bikarkeppninni. Já. Þetta er að þróast út í að vera einhvers konar leikur hérna hjá okkur. Já, hérna. Já, ég var svo sem búinn að segja að því er ekkert að afskrifa hattaliðið þó þeir hafi lent undir. Og nú erum við bara á upphafsreit. Þór með stungusendingu á Jón, en hann er dæmdur rangstæður. Það var tæft en sennilega rétt. Þá koma hattamenn aftur. Daniel fer hérna fram hjá Ragnari Má og stingur síðan, en Birgir Steinn nær þessu. Þór á Jón Vilhelm sem reynir að finna Ragnar Már, en nær ekki að koma boltanum á hann. Þetta er hérna Francisco að sleppa inn fyrir Þór til varnar, en Francisco heldur boltanum, leggur hann hérna út, en vel lesið hjá Guðfinni. Og þetta er fín sending hjá honum. Hann var á varnarhelmingi. Hann var á varnarhelmingi þegar að boltanum var spyrnt alveg klárlega. En flaggaður rangstæður. Nú ætla ég að leyfa mér að vera ósammála. Ég var með augun á Alexander þegar boltanum var spyrnt og hann var klárlega á sínum eigin vallarhelmingi. En þessu verður ekki breytt. Marteinn, Sindri og Andri leysur þessu með hjálp frá Óskari. Hann kemur þó ekki boltanum á Guðlaug. Birgir Steinn grípur inn í þetta sem fyrr. Alexander í baráttu við Halldór sem að hefur betur, en Birgir Steinn þar mættur og Alexander gerir vel. Hérna á flegiferð kemur hún á Andra Júliusson. Andri finnur Ragnar Má úti vinstra megin. Ragnar reynir að finna einhvern samherja, en það gengur ekki. Vel gert hann hjá Guðlaugi. Og þá er það Jón Vilhelm í skotfæri með skot, en það er beint á Alexander í markinu. Já, þetta hefur nú verið svolítið kjaftshögg fyrir Káramenn að fá þetta mark svona stuttu eftir að hafa skorað. Þór Lorenz gerir þetta mjög vel. Já, ég er nokkuð viss að stemmingin fyrir austan tók rússíbana feeling hérna í byrjun. Þá kemur Andri Júliusson með fyrirgjöfina, hún er först, Petar missir á honum, en Daniel er að koma þessu frá. Þá er það Þór Lorenz, kemst hann í skotfæri hér og hann gerir það, en Daniel er fyrir. Og boltinn í innkast. Þá kemur innkastið og ég veit ekki á hvern þetta var.
Þór fekk enga hjálp þarna. Þetta var sérstakt. Já, en hér Jón Vilhelm með boltan. Ragnar Már. Ragnar, hann heldur áfram hérna og koni skotfæri en þetta lítur að fara í varnarmann og það hornspyrna, fínn sprettur hjá Ragnari. Kemur hornspyrnan og hér Alexander, skoti í varnarmann. Sindri leggur hann út á Guðlaug sem að kemur hann aftur fyrir á fjastöngina. Þar Alexander, bolti fyrir markið og hér Andri Júliusson í færi, bolti fyrir Ragnar Már Lárusson nær með harðfylgi loksins. Það var ekki eins og þeir ætluðu ekki að koma boltanum í netið. Mikill darraðadans í teignum sem að enda með því að Ragnar Már kemur honum yfir línuna og kemur Kára aftur yfir 2-1. Við erum að fá hérna á 10 mínútum 3 mörk eftir 90 markalausar mínútur. Ég veit ekki yfir hverju hattamenn að kvarta svo sem en þetta var gríðarlega gott fyrir heimamenn. Óskar fram á Alexander. Andri gerir vel, Guðlaugur stingur hérna, Óskar var hérna á ferðinni, hefði auðvitað náð í þennan, en Marteinn kemst í boltan. Sindri les þetta vel, nú spurning nefnilega hvort að Káramenn reyni ekki að passa sig ekki á því að leggjast ekki tilbaka eins og þeir gerðu áðan. Þeir verða að halda dampi, hattamenn gengur lagið áðan þegar að Káramenn ætluðu að fara að róa þetta eitthvað niður. Já, hann má vera óvægt að segja að skiptingarnar hjá Lúðvík þjálfara Káramanna hafi gengið upp í dag. Bæði mörkin skoruð af varamönnum. Hér kemur Ragnar Már aftur. Hvað gerir hann núna? Kemur hérna þvert, skiptir yfir á Andra Júliusson sem að kemur svo með hann inn á fjær. Það Jón Vilhelm mættur og skorar þriðja markið. Skiptingarnar algjörlega spot on hjá Lúlla í dag. Andri Júliusson með frábæra sendingu á fjarstöngina þar sem að Jón Vilhelm kom og stangaði hann í netið. 3-1. Ég er ekki viss um að hattamenn eigi endur komu eftir þetta. Ég bara er ekki viss um að þeir hafi nógan kraft til að vinna tveggja marka mun. Og hver veit nema við fáum Akranes lag bara í 16. úrslitunum, en ég ætla nú svo sem ekki að jinxa þetta alveg strax fyrir heimamönnum. En þvílíkur rússíbani þessi framlenging. En Káramenn ætla bara að klára þennan leik. Já, sjá einhverja flóðgáttir opnast hérna. Já, það er alveg spurning. Það er allavega svoleið stemming. Hér kemur Ragnar Már eina ferðin enn. Er hann með hjálp? Reynir að komast þarna fram hjá Kristoffer. Hann er ennþá með boltan og nær skotir og skorar! Ragnar Már 4-1. Ragnar Már Lárusson skorar hérna frábært mark og þá er tvöföld skipting hjá hattamönnum. Já, hérna, þvílíkur kapli hérna í fyrri hálfleik framlengingarinnar. Heiðar Logi að fara að velli og fyrirliðinn Brynjar Árnason. Og þá er að koma í þeirra stað leikmaður númer 23 Hrafn Aron Hrafnsson og númer 17 Brynjar Þorri Magnússon sem að veit ég er ættaður að Borgarfirði Eystri
Petar hér í baráttu, vinnur boltan. Francisco kemur honum hérna út á til vinstri. Sæbjörn nær ekki þessum bolta. Fyrri hálfleik Framlengingar svona að ljúka. En þvílík sveifla á þessum 15 mínútum. Maður bara sjaldan séð hana eins. Það var svo sem vitað að mark myndi hleypa einhverju stað, en ég gerði nú ekki ráð fyrir að myndi hleypa öllu þessu í gang. Fyrri hálfleik Framlengingar lokið, en einhverju virðist hann ætla að bæta við. Marteinn með fyrirgjöfina, en þetta ekki gott. Það fer í hliðanettið. Menn farnir að stífna verulega upp. Þetta erfiður árstími til þess að spila 120 mínútur. Það rétt. Þá flautað til loka fyrri hálfleiks í Framlengingu. Það óhætt að segja að þessum leik sé nánast lokið. Ég held að það sé alveg augljóst mál að Hattamenn því miður þeirra vegna eiga bara ekki nóg á tanknum held ég til að vinna þetta upp. Og það sorgleg staðreynd fyrir vini mína á Fljótsdalshéraði. En engu að síðu satt, ég ætla að við hvílum raddböndin held ég í augnablik. Jæja, þá eru síðustu 15 mínúturnar framundan. Káramenn hefja þetta. Já, ég sem var nú að segja það áðan að það stemdi í framlengingu á Haukavellinum, að þá var ég nú fullbráður á mér. Þar urðu KA-menn sigur skarpari og unnu þann leik 2-1. Það eru leikirnir sem að byrjuðu klukkan 4 eru nokkrir. Þar eru strax Grindvíkingar komnir 1-0 yfir á móti Víði í Garðinum. En hér Óskar með sendinguna inn á fjær og það Alexander Már í boltanum, en það ekki að stýra sem markið. Hamar kominn 1-0 yfir gegn Víkingi Ólafsvík í Hveragerði. 16 mínútur liðnar af þessum leikjum og þetta eru þau mörk sem komin eru. Halldór tilbaka á Kristoffer sem kominn með fyrirliða bandið eftir að Brynjar Árnason fór af velli. Daniel fram á Jakob, en Þór gerir þetta listavel. Ragnar Már, frábærlega gert hjá honum. Hann laður á stað, missir hann út fyrir. Skemmtileg hreyfing hérna fram hjá Halldóri. Guðfinnur, en hann steig inn á völlinn hana og þar á leiðandi ólulegt innkast.
Það svona ekki laust við að maður sé svona nettu spennufalli eftir hennar fyrir hálfleik. Fengum hana 3 mörk á 3 mínútum. Já. Og náttúrulega 5 á korter líka fínt. Já, það ekki oft sem að maður fær það. En Alexander sem búinn að vera frábær í þessum leik. Þannig Óskar Vasilevski í baráttunni og dæmdur brotlegur. Hann gefur sér oft tíma til að hugsa sig áður en að flautar. En þá koma Káramenn einu sinni en Guðlaugur reynir að finna Ragnar Már. Tveir varamenn hérna eltast við þrennuna. Guðfinnur, hann á nóg eftir. Frábær barátta í honum. Finnur Birgi Stein. Það rennir honum aftur á Guðmund. Birgir á Jón Vilhelm. Þannig að Francisco hér geti skapast hætta. En Sindri vel á verði og en 8 menn neita að gefast upp. Francisco Birgir Steinn einu sinni en reynsar hérna frá. Þar Andri Júlíusson á fleygiferð. Halldór til varnar en Andri ennþá með hann hérna. Ragnar Már tekur á sprett. Róar dæmt niður. Þór keyrir hérna inn á völlinn og ætlar sér bara alla leið en nær ekki að komast í gegnum þvöguna þarna. Kemur Francisco. Vantar hjálp. Halldór, Francisco. Kristoffer á Daniel. Þá kemur fyrirgjöf og það dauðafæri. Var það Jakob Jóel sem átti þennan skalla rétt framhjá. Já, það augljóst mál að Káramenn megi ekki stíga alveg af bensíninu. Þá Ragnar Már, Alexander með honum. Mikil barátta hérna, Daniel gerir vel, vinnur boltan. Halldór á Francisco, hann búinn að vera mikið í boltanum síðan að koma inn á. En má ekki við Guðlaugi hérna. Dæmdur brotlegur hann Guðlaugur Þór. 8 menn komnir á stað aftur. Kristoffer á Jakob. Tilbaka á Kristoffer. Daniel. Sendur hérna inn á nærsvæðið. Glæsilega gert. Jakob aftur í færi. Óskar fyrir. Og hér Guðmundur komin út úr markinu. Og Halldór og skorar. Mingamunni 4-2. Já hérna, þetta kannski ekki búið eftir allt saman. Káramenn verða að passa sig. Það verði ekki of værukærir, það greinilegt. Hún núna í tvígang að komast hérna upp hægra megin. Þetta byrjar með fyrirgjöf frá Daniel. Það ennþá nóg eftir, það 9 mínútur eftir. Plús mögulega mínúta í viðbót. Jón heldur boltanum gríðarlega vel og Petar, nei, þarna Alexander dæmdur brotlegur, heldur nú eflaust báðir en Petar náði boltanum. Ragnar Már kemst hérna inn í sendingu, fer á fullt,
Hefur hann stuðning? Já, þeir eru nokkri með honum hérna en nær ekki að koma þessu. Þeir eigast við Petar og Alexander. Kemur Kristófur með hann hérna út úr vörninni. Francisco. Það einhver kraftur í hattamönnum núna. Marteinn. Það kemur fyrir gjöf. Sæbjörn kemst í boltan en Guðfinnur reynsar þetta frá. En boltinn hangir inn á Daniel. Og hann ætlar að komast hérna fram hjá Ragnari Már en hann getur ekki látið sig hverfa. Þór Lorenz. Hann liggur eftir. Liggur eftir hana. Heimamenn eiga eina skiptingu eftir. Það ekki? Jú, það ekki. Það eru búin að koma inn á Ragnar, Jón Vilhelm og Andri. Já. Þannig að þeir eiga eina skiptingu inni. Það er engir káramenn að hita upp eins og er. En Þór harkar þetta af sér. 2 marka munur. 113 mínútur liðnar. Vel gert hjá Alexander, hérna kemst fram fyrir Kristófer og er komin hérna inn á vítateiginn, leggur hann fyrir markið, þar er Andri Júlíusson og í færi en glæsilega vari hjá Alexander í markinu. Þetta hefði drepið leikinn endanlega ef Andri hefði skorað þarna. Það er Ragnar Már sem tekur spyrnuna á nærsvæðið. Petar hreinsar þetta frá. Þór, orðinn sprækur. Kemur hann hérna út á Guðlu Þór. Skiptir yfir á Guðfinn. Þar er Óskar. Já, aftur á Guðfinn. Guðfinnur í baráttu við Sæbjörn. Vel gert hjá honum, sterkur. Alexander. Glæsilega gert hjá honum, snýr. Alexander tilbaka á Óskar Vasilevski, hann aftur á Alexander. Missir boltan, Francisco kemst þarna í þetta, Kristófer. Á Daniel. Ná, Francisco sem að stýrir spilinu núna eftir að Brynjar Árnason fór að velli. Daniel kemur inn á völlinn að Ragnar Már til varnar. Daniel gerir þetta vel, kemur svo með fyrirgjöfina en það er Guðlaugur sem að skallar þetta og Andri Júlíusson hreinsar. Petar, hann reynir bara skot hér. Sindri verður fyrir. Þá er það Þór Lorenz, já vel gert hjá honum, kemst fram hjá Daniel og er hérna á fleygiferð. Jakob eltir. Þór er með Alexander með sér, Jón Vilhelm kemur líka á ferðinni en hann ákveður að snúa við. Sendir hann hérna út fyrir á Andra Júl sem að tekur skotið en það er víðsfjarri. Flottur sprettur hjá Þór þarna. Kemur Halldór með hann hérna út úr vörninni. En sísending ekki nákvæm. Guðmundur reynsar þetta frá og í innkast. 4 mínútur eftir pluss viðbóta tími ef einhver er. Francisco Guðlaugur pressar á hann hérna, heldur boltanum vel. Kemur hann tilbaka á Kristófer. Kristófer stingur upp í hornið. Ragnar Már mættur og reynsar þetta út af.
Daniel hérna nær að koma honum fyrir. Óskar hreinsar frá. Alexander kloppar hérna Kristoffer. Ekki dæmt. Frábær sending hérna inn á Jakob. Jakob Jóel kominn hérna inn í teginn. En Birgir Steinn enn eina ferðina verður fyrir þessu. Þór finnur Ragnar Már. Hér eru 3-3. Andri Júlíusson lagar á stað. Þessi sending kemur á seint fyrir hann. Eða hvað? Nei, núna fær Andri boltan. Inn á teig, fyrirgjöf. Petar skallar frá. Á snúa Hattamenn vörn í sókn. Francisco á Daniel. Daniel á Petar. Alexander pressar á hann en Marteinn. Þeir ætla að láta á þetta reyna Hattamenn. En það vantar svolítið kraft í bæði liði núna. Man sér þreytan lekur af mönnum nema kannski helst varamönnunum. Andri og Ragnar. Ragnar á ferðinni. Kristoffer og eftir honum. Guðlaugur Þór. Vel gert. Skiptir síðan yfir hérna í áttina Alexander. Boltinn kemst ekki alla leið en Jón Vilhelm, hann hleður, nei, hann ætlar ekki að skjóta hérna Alexander með skot eða fyrirgjöf. Aftur fyrir 1,5 mínúti eftir að venjulegum leiktíma hér í framlíkingunni. Það er svona farið að líða því Snorri að við veljum okkur mann leiksins. Já. Það er, ég myndi segja að það væri óvenju erfitt. Maður var með ákveðna hugmyndir eftir 90 mínútur þar sem að staðan var 0-0. Einmitt. Síðan verður þessi darraða dans hérna í fyrri hálfleik framlíkingarinnar. En ég er þessum að gefa þér bara þessa ábyrgð. Að velja eitt nafn, það eru margir, hérna kemur Alexander sloppinn í gegn. Andri Júle með honum, en Alexander klárar þetta bara síðasti naglinn á 120. mínútu. Alexander Már kórónar góðan leik sinn með marki. Gegn sínum gömlu félögum. Já. 5-2 verða sennilega úrslitin í þessum leik. En við vorum að tala mannleiksins, við þurfum að finna eitthvað út úr því. Ef ég myndi nú snúa upp á hendina og beðja þeim eitt nafn. Ég ætla að láta þetta á Jón Vilhelm, hann braut í sinn og skora náttúrulega 2 mörk og já. Já, og þá er flauta til leiksloka, 5-2 sigur, Káramenn komnir í 16 liða úrslit í bikarnum í fyrsta skipti í sögu félagsins. Þetta var, ég myndi segja, hressilegt 0-0 jafntefli sem að endaði í enn hressilegri framlengingu. Ísinn var ekki brotinn fyrir á annari mínútu í framlengingu. Það var Jón Vilhelm Ákason á 90. og annari mínútu, síðan á 101. mínútu Sæbjörn jafnaði leikinn fyrir Hött á 95. mínútu, en þá komu 3 mörk á stuttum tíma á 3 mínútna kafla hjá Kára. Ragnar Már og Jón Vilhelm annað og Ragnar Már bætti síðan við 4. markinu. Halldór minnkaði muninn eftir 111 mínútur og þá svona fór örugglega einhverja hérna í húsinu, en Alexander Már kórónaði þetta síðan og kláraði þetta 5-2 á loka mínútunni. Frábær leikur, frábær skemmtun. Takk kærlega fyrir okkur. Örn Arnarsson heiti ég, með mér var Snorri Kristleifsson hérna í lýsingu og stjórn á útsendingu. Arnar Óðinn Arnþórsson var á myndavélinni hjá okkur. Kærar þakkir, næst hjá okkur 7. maí, Kári Fjarðabyggð. Verið sæl.